Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla aðgang í dagbækur annarra. Ég ætla að opna dagbók úr tengiliðaskrá hjá honum Þorsteini og ég slægi nafn hans hérna. Og hérna er Þorsteinn og ég tvísmella á hann og þar með opnast dagbókin hans. Og Outlook lærir á það að ég hafi opnað þessa dagbók og næst því þarf að opna hana duga mér að setja þetta hakir í. Hérna séu ég efnislínuna og það er vert að vekja athygli á því að hér á ekki að setja inn upplýsingar sem þykja ykkur ekki að aðri sjáu. Ef þið þurfið að setja inn einhver nöfn í efnislínuna er rétt að skammstafa þau. Nú, ég tvísmella á þennan atburð hér og kemst að raunum að ég hef ekki aðgang að dagbók Þorsteins. Hér er mér boðið upp á það að biðja aðgang og ég vel það og þá opnast þessi póstur þar sem að ég býð honum aðganga minni dagbók og býð aðganga hans dagbók. Ég býð hérna aðgang að öllum upplýsingum en það er vert að geta þess að Þorsteinn ákveður það hvaða aðgang hann veitir mér. Þetta er aðeins ósk frá mér. Nú ég sendi þessa ósk mína og hérna er ég áréttað við mig hvort ég vilji þetta samnýta dagbókina og veita honum aðgang að öllum upplýsingum og ég segi já. Sjáum þessar hluti gerast hérna og til að skoða hvernig aðgangur hans er orðin að minni dagbók þá fer ég hérna upp í skrá, upp í valkosti og valkosti fyrir dagbók og hérna er valkosturinn lausan upptekinn tíma þar sem ég sé að Þorsteinn hefur aðgang að öllum upplýsingum en hann má ekki eyða atriðum en hérna geti ég bætt úr betur, hann má eyða eigin atriðum eða öllum atriðum og hann má skrifa í dagbókinu mína, breyta eigin atriðum eða breyta öllu og búa til undirmöppur og slíka hluti og ég segi einfallega í lagi hérna. Nú, ég get alltaf farið í þetta aftur og afturkallað og breytt. Ég get fjarlægt hann hérna út eða ég get breytt þeim aðgangi sem að hann hefur. Og ég segi í lagi og þegar hann svo er búinn að samþykkja þessa beiðni mína þá fyrst get ég opna dagbókina betur.